Smettinu frá Anastasíu, lagið heitir Take This Chance. En Greta Salome, tónlistarkona, fiðluleikari og Disney prinsessa, hún var að senda frá sér nýtt lag. Við ætlum að frumflytja það hér eftir smá stund. Greta er á línunni, komdu sæl. Sællafleikar. Hvað segir Greta Salome í dag? Heyrðu, ég er bara svona svakalega hress. Já, það er glæsilegt, ég heyri það. Já. Aldeilis... Það þýðir ekkert annað. Þetta er bara fallegu dagur. Það er bara þannig. Herru, ég kynnti þín sem Disney prinsessa. Hvernig, segðu mér aðeins frá þessu Disney-ævintýrinu sem þú ert búin að vera í síðustu mánuði? Já, ég er búin að vera á samning hjá Disney núna í 1,5 ár. Já. Og er ennþá samning hjá þeim en er heima núna í svolítið tíma. Og þetta er bara búið að vera bara alveg ótrúlegt ævintýri, sko. Maður er svona rétt legtur núna eftir núna tíma eina heima. En bara búið að vera alveg ótrúleg lífsreynsla, sko. Þú ert búin að vera þarna á einhverju ægilegu krúsi, á einhverju skemmtiferðaskipi? Já. Þá bara að spila þá eða? Nei, ég er með svo kallar headliner show hjá Disney, þar sem ég er búin að vera á þeim. Þeir eiga sem sagt 4 skip, og þetta eru svona eins og bæjarfélög á floti, eiginlega, hefur það rétt að orða það þannig. Já. Er að taka svona 8.000 farþega á viku. Já, einmitt. Og þeir eru náttúrulega bara með leikhús og stóra flotta sali, og salurinn sem ég var með sjóum mitt í er stóri salurinn í skipinu. Og er bara eiginlega svona eins og Elborg að stærð. Þannig að þetta var bara svona, eins og maður segir, kannski svona artist in residence, svolítið, já, það var svolítið svoleiðis líf. Já, já. Og þú varst nú í þessu, já, í nokkura mánuði, eða ekki? Jú, ég fór út, sko, í fyrra sumar. Já. Þannig að ég fór út í júlí 2014, kom svo heim jólin í fyrra og fór svo aftur út og búin að vera meira og minna úti síðan bara síðust áramót, eiginlega. Hvað var til þess að Disney krækt í þig? Það var bara í gegnum ameríska umbúðskrifstofu sem ég er hjá. Sem er staðsett í Kanada, og einhvern veginn þetta var svona samspil margra þátta, sko. Ég fann þá eiginlega fyrir tilvílun og þeir sett þetta svo í hendina réttu fólki sem svo sendi þetta áfram. Þannig að þetta var svona röð tilvíluna sem liti svona skemmtilega á þennan stað, sko. Er þetta ekki bara draumur? Algjör. Það er bara þannig að þetta er búið að vera bara alveg ótrúlegt. En ertu þá að semja eitthvað fyrir Disney, eða? Já, ég sem sagt, fyrir þetta sjó sem ég var með í Disney Magic skipinu, þar samt var ég beðin að semja lag fyrir sjóið og fyrir skipið, sem ég gerði, og svo var þetta mjög mikið í sjóinu, mikið af tónlist eftir mig, bæði lögum sem ég hef gefið út áður og svo lögum sem ég ekki gefið út. Frábært. Þannig að þetta er svona samblandi af mörgu. Algjörlega, maður er uppskynni sem maður sáir. Já. Það er nú bara þannig. Þetta er gott mál, gaman að heyra nýja lagið þitt sem heitir Flegið. Er það eitthvað um Disney skipið eða? Sko, Flegið. Já. Þetta lag, ég samt þetta lag í sumar miðja nótt. Ég var með svona svakalega heimþrá. Þetta er bara, ég er bara allar lent í öðru einn, því í öllu þessu ævintýri þá sem sagt skipið kom til Íslands 2 í sumar. Þetta var svona eins og að vera næstu því snertingu við heimahagan, en komast ekki alveg þangað. Þetta var algjör tís. Það kom heim í 1 dag og þurfum svo að fara aftur, og ég sem sagt samdi þetta lag sem heitir Flegið. Þetta er nú ekki kannski mína heimþrá, en ég svolítið svona tengd þetta við í rauninni svona í gamla daga þegar fólk þurfti virkilega að fara út á sjó svona fyrir alvöru, ekki í Disney-skip. Nei. Í einhvern lúxus heldur þegar sjófur voru virkilega að fara svona í burtu og vissi ekki hvort þeir sæju heima hann aftur, og það var eiginlega svolítið svona kveikjan að þessu lagi sem svo varð að því sem það er í dag, og það var hann Daði Birgir sem að pródúsera og tók upp. Og við vorum bara að senda á milli okkar úr skipinu. Ég söng inn í skipi í stúdíónu sem ég var með þar, og hann tók upp restina heima, og svo voru bara senda á milli og vinni í þessu svona yfir höfinn. Sjáðu hvað tæknin er skemmtileg. Já, þetta er algjör snill. Þetta er magnað. Það styttist óðum til jóla, Greta. Já. Ég sá á Facebook síðunni hjá þér að þú verður í einhverjum jólatúr núna í desember. Já, heldur betur. Við erum að fara 6 manna band, við erum að fara
út allt land eiginlega. Við verðum í bænum í Fellahólakirkju og svo í Hlégarði í Mosó og svo að fara til Keflavík og Akranes og Borgarnes og svo fyrir við norður, verðum með stóra tónleika á Akureyri 17. desember í Akureyrarkirkju og þar verða góði gestur meðal annars Magni og svo verðum við 100 manna kór og þetta mjög skemmtilegt og svo sjálfsögur komum við á Suðurlandi, verðum í Selfosskirkju. Já, frábært. 12. desember að með minnis. Já, við höfum eftir að fræðast nánari það þegar nærdreigur. Já. Alveg pottþétt. En frumflytjum lagið þetta Flegið og þetta lag og texti eftir þig, eða ekki? Jú. Glæsilegt. Greta, takk fyrir þetta og hafa það bara sem allra best og til hamingju með lagið. Kærlega, sömuleiðis. Takk. Takk. Bless.